Það eru komið sæl, gleðileg jól og þetta með jólasveinana, þetta gott. Nú, ég var fengið til þess aðeins að ræða við ykkur jól í tölum. Jól í tölum, það nú alltaf svona, já, hvernig gerir maður nú það, nú skemmtilegt. Ég hef alltaf með svona fyrirvara þegar ég held svona fyrirlestra því að ég vil meina sumi mínu fyrirlestra séu frekar leiðilegir og langdregnir. Þannig ég reyni þá að brjóta allar reglur í sambandi við kynningar. Það er að segja að ég reyni að nota PowerPoint svolítið mikið. Kynningur í leiðinni, hvað PowerPoint getur gert. Alls konar fítusa sem er gaman að skoða. Og svo bara gestum við að setja þetta þessa 2 punkta í lokin. Allt sem kemur fram, allt efni sem ég er með, hann tekur enga ábyrgð á því. Og allur höfundaréttur, það er rauninni bara, já, ég verð bara að heyra þetta sjálfur. Þannig að Jónas er að hringi. Nú, þarna er 1 fítus og þarna er annar fítus. Markaðsdeildin er ekki búin að samþykkja þetta frá mér, en mér finnst þetta rosa flott. Við erum tengd á Akureyri og Sauðárkrók og Egilsstaði og Vestmannaeyjar og Ísafjörð, má ekki gleyma neinu sko, Reyðarfjörð. Við erum mjög flottan starfsmann í Reyðarfjörði, hann mætir alltaf í álverinu, hann vinnur í álverinu og hann tekur alltaf þátt í öllu svona dögum, þannig núna er hann einn í álverinu í jólapeysu. Þú veist, hann er alveg klikkað með þetta sko. Hann er bara, búningadagur í Advanja. Nú, áður en ég fer að tala svona tölfræði og tölur, þá er ákveðið svona sem að ég hef svolítið notað og nýtt mér þegar ég er að fara yfir með fólki. Nú það er þess að tegundir lyga, þið þekkið þetta allt, það er svona eitthvað sem heitir hvítlygi. Þetta er svona stigin, það er hvítlygi og svo náttúrulega bara þessi lygi, haugalygi og svo rauninni tölfræði. Og ég hef svolítið nýtt mér þetta í gegnum árin þegar við erum að fara yfir efni. Nú, vörukaup, ég ætlaði að byrja því. Hvernig eru vörukaupin okkar í desember? Hvað er fólk að, hvað eru við að eyða mikið? Þetta fannst mér svolítið merkilegt. Þetta er sko, komin í þrívíti hérna. Þetta er hlutfalla ársmeðaltali. Það þýðir það að 100 er það sem við kaupum svona venjulega meðaltali fyrir árið. Og það sem mér fannst sko magnað, ég var svona að horfa á þetta að græna línan, það er semst áfengið og það fer svona fer niður línan hérna 2005, 6 og 7 og nær botninu 2008 og ég hugsaði, djöfull, vorum við farin að drekka alltaf minna og minna, vorum farin að fatta þetta fyrir hrunið. En svo áttaði mig á því náttúrulega, við vorum bara farin að drekka miklu meira í hverju mánuði allt árið fyrir hrun. Þannig að það er svona lækkarinn ásmeðatali sko. Nú við kaupum slatt af fötum, við erum að tapa okkur í því, þannig 80% í desember með við aðra mánuði. Og svo kannski á skór, við erum eitthvað að dala í skónum núna, 2012. Þannig að þið endilega, kannski jólagjöfinni ár, ég veit það ekki, til þess að ná upp svona hlutföllum. Nú, ég fór að skoða matinn á aðfangadag og það kom mér svolítið óvart hérna. Ég sjálfur kemur frá Sauðárkrók og alveg fyrir rjúpur. Og ég held að það væri þá bara allir að borða rjúpur. Mér sýnist við bara verið í minni hlutahóp þarna. Rauninni fjólubláa línan, það eru rjúpurnar og hamborgarhryggur virðist vera á aðfangadag. Þetta fannst mér mikið sjokk. Ég hef aldrei borðað þetta á aðfangadag og þannig að þið kannski þekkið þetta. Eru þið á þessu villigötum að hafa hamborgarhrygg á aðfangadag? Nú, ég skiptist yfir í flokkana. Og það kom í ljós að Framsóknarflokkurinn tekur á sig að borða hamborgarhrygginn svo að Sjálfstæðisflokkurinn fái lambakjötið og Samfylkingin já. Og það er kalkút. Hvað er það? Hvað er kalkút? Hvað er að ykkur? Erum við með eitthvað kalkun hérna í Íslandi? Hafið þið eitthvað að spáði því eða? Ég held að við værum bara, já, éta svín og ross og kindur og eitthvað. Nú, á jóladag Þarna var ég alveg sáttur sko, hérna erum við bara hangikjötið, það er bara all-in. Hangikjöt, þetta er bara 70%, þetta er bara það sem allir að borða. Þið sem eru að borða hitt, þið bara hætta því og fara bara yfir hangikjötið. Það er bara trendið og þið getið sagt að við alla þannig segja þetta. En svo eru flokkarnir, þarna fór ég að hugsa sko, Píratar eru ekki í hangikjötinu á
Ég var svona að velta þessu fyrir mig. Ég held að hreinlega sko þið sjáu þeir borða mest sko, það lækkar og stór hluti hamborgarhryggur hjá Pírötum. Ég held að bara verið, þú veist, menn eru bara í tölvinu og svona fram eftir nótt og fatta svo, þú veist, ég ét bara jólamati frá því í gær sko. Ég glemdi bara að elda sko. Nú, mér langaði að prófa hérna einhverja fítusa, nú ég að prófa eitthvað, ekkert hvernig þetta virkar. Ég fór að hugsa svona snjódýft á aðfangadag, það alltaf í blöðunum eitthvað hvernig þetta virkar. Það snjór þessi jól eitthvað, við erum einhverja veðurfréttamenn sem að veita svona mismikið þetta. Og ég fór á veðurstofuna, ætla bara að sýningu þetta, náði mér bara svona tölur, þetta bara þarna. Og hérna, ef við erum með Excel, þá bara náði ég svona mapp og ítið bara eitt takka. Og þá tekur hann bara þessa tölur og ætlar að breyta því í kort, sko, aðfangadagur, ægilega fínt. Og mér langaði bara að sjá, þetta Akureyri og Reykjavík og þú veist, við erum alltaf að bera saman meira. Akureyringar segja, rosa snjór á Akureyri því hérna aumingjarnir í Reykjavík. Það má ekki fenni fyrir kantstein, þá eru konið skaflar. Þá fær maður bara svona og svo getur maður bara kveikt á þessu. Og þetta svolítið skemmtilegt, þannig að þetta svona frá því 1900 og það greinilega snjóar ekkert fyrir 1920 síðan mér með þessu gögn. En þetta svona snjódýftið, þetta alltaf sama draslið sko. Og þetta, sko Akureyri ekkert meira en Reykjavík sko, sjáu þið. En þetta segir okkur líka að við erum með sko, það eru 40, síðustu 100 ára, það eru bara 40 jól sem hafa verið snjólaus sko. Og svo fyrir við yfir í hitan, ég var að velta því fyrir mér að það, sko, að súlan fer svona niður þegar kalt, sjáu þið. Og það var ekkert kalt á Akureyri, sjáu þið, fyrir bara 1930, þá fyrir það dett inn, sko, þarna var kalt á Akureyri. En þeir menn eiga það Akureyri, það ívið kaldar á Akureyri jólin, sko. Og þetta allt, Ari Trausti skaffaði þessar tölur, þannig að á Veðurstofunni, þeim endilega náið þetta og prófa þetta. Þetta þessi mapp-eiginleiki þarna, þetta Power BI, þekkið það ekki eitthvað, ja? Ef þið þekkið ekki, þá var alltaf að segja þegar einhver segir það. Þetta svona heitasta í dag, sko. Ég ætlaði að slökka þessu. Þetta var kortið. Og ég var hættur. Nei, ég var með eitthvað meira hérna, já. Heyrðu, það heil heimasíða, Norad, ég veit ekki hvort þið hafið skoðað þetta. Það bara heilt fyrirtæki að fylgjast með því hvar jólasveitnin í kringu jólin. Og þetta svona Santa Tracker heimsóknir. Ég vissi ekki að þetta væri til, sko. Og þið sjá það sem kemur ekki mikið hérna óvart það Ameríka. Þeir eru svolítið mikið að fylgjast með jólasveininum og Bretland og Kanada. Ég renni ekki svona að leita Íslandi, ég held að við séum með 300 heimsóknir inn á þetta. Við erum bara að fylgjast svona með öllu öðru heldur en jólasveininum. Nú, þetta svo á aðfangadag, þetta var svolítið skemmtilegt. Hérna gæti ég þú veist, það tala jólastemminguna, sjáu þið. Ég geti ítt svona á play, sjáu þið. Og það enginn að fylgjast með jólasveininu, sko, fyrir bara 2003-04. Þá allt jólasveinin, þú veist, það bara, þú veist. Þannig við erum kannski eins jólaleg og við höldum, sko. Nú þeir sem eru á Twitter, einhverja Twitter? Come on, í alvöru. Þetta aftur hitt, þetta annorða sem við verðum að kunna. Twitter, Power BI, Twitter. Það svona, Facebook, það veit allir Facebook, ég ekkert með á Facebook. Ok. Herðu, hérna staðsetningin. Sko, ég kom mér óvart, sko, Ísland, við erum ekkert að fylgjast með þessu. Við erum ekki, það ekki ein heimsókn. Þannig að þið verða kannski fínt að kíkja núna í símanum eitthvað inn á Norad og segjast að sé jólasveinin. Þetta eru helstu svona miðlarnir. Fyrst þið þekki ekki Twitter, þá þekki ég ekki neina fréttamiðla. Þannig að við kíkjum bara aðeins á umræðina. Og hérna aftur, sjáðu umræðina, þetta alveg magnað, sko. Hérna er jólasveinin, sá ég hann eða ekki, sjáðu. Það ekki þetta að gerast hérna, sko. Jákvætt, svo allt hérna bara, já, ég sá jólasveinin, bara allt í botn, sjáðu. Og þetta sjáðu, þetta línan okkar. Þannig við erum bara jákvæð á aðfangadag. Það svo sem allt lagi líka. Og fyrst nú komin í jólasveinana, þá langaði mig að sýna ykkur
Pínu vídeo, ég sýni vel aldrei vídeo en mér finnst þetta svo skemmtilegt vídeo að mér langar að sýna ykkur. Ég ætla að prófa hérna, sjáu þið, þetta svona PowerPoint, sjáu þið. Velkomin í heiminn, þetta já. Það alltaf hægt að gera allan fjandann þarna. Núna sjá, svo þetta virka eitthvað. Virkar þetta ekkert, Jói? Þá var ég með plan B, sko. Sjáu þetta, allt gott að plan B. Hvor áttina, já, sem svo vitlaus, sko, ég dreif alltaf þangað, en sjáðu hérna, ég ætlaði bara að sýna ykkur þetta. Þetta sem sagt hvaða leið jólasveinninn að fara og hérna jólapakkarnir og hann fer frá austur til vesturs og þá græðir hann sko, það er svolítið magnað, hann hefur 31 klukkustund. Gestur, þú voru að passa að segja ekki börnunum það að þau fá ekki skóinn fyrir svona 48 milljónir annarra barna þeir eru búin að fá í skóinn. Kína. Hann er fljótur. Afríku hérna sem 0-1, sjáðu. Ég er ekki alveg sammála svona í hvaða röðan að fara þetta. Þetta er svona... Ég hefði valið heppilegri leið. Svo kemur Ísland, nei, það er búið. Rauninni það sem er grænt og rautt, þetta er rauninni bara fjöldi manneskja á hverju stað fyrir sig, þannig að hann vil ekkert leggja það fyrir sig, hvort það búi einhverja milljónir á einu stað eða einhverju tveir. Sko. Svo fór hann bara heim að sofa. En það er mitt máli, ég fór svo velta þessu fyrir mér. Það er ekki smá dramatík maður. Ég hef búið með þetta. Nei, ég ætla ekki að byrja að búið nýtt maður. Hvað er ruglega þetta? Hérna, ég fór að velta þessu fyrir mér, þú veist, jólasveinninn, hann er að kíkja hérna. Ég ætla að sýna ykkur svo annað, sko. Þetta getur svona fokið, sjáðu. Þetta er rosalegt. Herru, ég fór að velta þessu fyrir mér með jólasveinin, sko. Þú veist, það er engin þekkt hreindýrategund sem getur flogið. Þetta er eitthvað sem við vitum. Reyndar, þá nú eftir að skilgreina 300.000 tegundir að lífverum, en þetta reyndar nú flest allt saman skordýr og gerlar. En sko þetta útilokar samt ekki fljúgandi hreindýr. Þannig það sé alveg á hreinu og sem Jóli hefur aðeins séð. Og svo tók ég þetta saman, við erum með 2 billjónir barna undir 18 ára í heiminum og sko við sleppum múslimum, hindúum, gyðingum og búddistum, þá minnkar álagið hjá sveinka 15%. Og 15% er þá cirka 380 milljónir og 3,5 barn á heimili, gefum okkur á meðaltali og það þýðir okkur þá að þetta eru þá 91,8 milljón heimili með 1 gott barn, allavega hana. Þetta er svolítið mikið á einu kvöldi, sko, og hann hefur þetta, ég tók þetta, hann hefur 31 klukkustund til að vinna með jólin, það var svona það sem við vorum að horfa á og hann nær það þessar 823 heimsóknum á sekúndu
sem gera þá 1/1000 sekúndu til þess að lenda sleðanum, fara úr honum, hlaupa húsinu, inn í húsið, setja í skóinn, éta einhverja kökur eða eitthvað, út í sleðan, hoppa upp í hann og mættur í næsta hús. Þetta svolítið gott sko. Og við erum að tala 1,26 kílómetri svona cirka á hvert stopp, tökum svona heilt yfir heiminn. Þannig þetta 120 milljón kílómetra ferðalag sko. Og án þess að, sko, hann fær ekkert break, þið vitið, stoppa og bara, það eitthvað, pissaði eitthvað. Það ekkert í myndinni. Sleðinn, hann myndi hreyfast á 1046 kílómetra hrað á sekundu. Það ekki nema 3000-faldur hljóðhraði. Og þetta, bara svona til viðmiðunar, þá hérna Ulysses sem hraðasta manngera farartæki, þetta gervihnöttur, hann fer 43 kílómetra á sekundu. Í geimnum. Og venjulegt hreindýr, það fer 25 kílómetra á klukkustund. Þannig að, þú veist, maður veltir ýmsu fyrir sér. Nú farmurinn á sleðanum, það nú annað. Eða hvert barn, segjum við það, gefum okkur það, eitt Lego, 1 kíló samt, 1 kíló Lego, það alveg þokkalegt sko. En þá sleðin að bera 321.000 tonn og ef við myndum setja hreindýr til þess að draga það, þá þyrftum við 214.000 hreindýr til þess að draga það heiminn. Þannig að þessi 8 sem alltaf teiknuð þarna framan á, ég veit ekki, það já. Og einmitt. Ná, tökum þetta bara aðeins saman hérna. Þetta eru þá 353.000 tonn sem að ferðast á, þetta alltaf bara rugltölur sko. Þannig þegar jólasveinninn að koma og kíkja inn í hérna andrúmsloftið, hreindýrið og hittna bara jafn mikið og geimflug sem að koma inn. Og þetta eru tölur sem að ég kann ekki einu sinni sko. Þetta eru 14,3 kvintilljón hérna júl af orku sem fara í forystuparið sko. Þannig það er mjög þau bara kveiknar í þeim bara 1 og 10 sko þegar þau koma inn í himinhvolfið. Og náttúrulega massív hljóðbylgja, myndi heyrast allan heim. Og hann hreindýrið myndi náttúrulega bara gufa upp. Og þetta þá, 1000 á sekundu. Og svo náttúrulega jólasveinninn sjálfur, hann náttúrulega fær á sig hérna 17.000 sinnum meira miðflóttarafl heldur en þyngdaraflið. Þannig að hann lítur kannski ekki fallið út þarna í sleðanu þegar hann að mæta. Og þetta hann hendist hérna aftur, við myndum að reikna þetta, næstu 2 milljónir kíló afli sem að berja greyið jólasveinin með brennandi hreindýr að koma og gefa pökkunum jólagjafir. Þannig að þetta hlýtur bara að vera þetta, við tökum þetta bara hérna. Töfrar jólana, þetta bara staðreynd. Þetta gerist ekki nema með töfrum. Og nú ormagöng, klárlega málið. Það búið að sanna þetta, hún þessu aldrei nema á góðum tíma. Og svo náttúrulega bara tímaflakk, það alveg definitely eitthvað sem jólasveinninn að nýta sér. Þannig að bara gleðileg jól og takk fyrir mig.